Við erum í viku 40 og við erum að fara að fjalla þétta í riststraumsrás og hérna höfum við sem sagt útlit á þétti. Það eru sem sagt 2 plötur og ef við setjum hann í jafnstraum þá verður sitt hvor pólurinn á plötunum og við notum þétta oft í afreiðisrásum. Það er mikið af svona raflausnarþéttum í afreiðisrásum þegar við að breyta riðspennu í jafnspennu fyrir tæki sem að vinna á jafnspennu og jöfnum við spennuna með svona þéttum. Þá eru oft notaðir sem svona síuþéttar svokallaðir. En við notum þetta líka í riðstraumsrásum og í mælingaverkefnu sem að það er einn hópur búinn að fara í gegnum það með hleðslu og afhleðslu þéttis að þá er notaður jafnspennugjafi og við tökum tíman á því hvað hann er lengi að hlaðast upp og þá finnum við líka út tímastöðulinn. Við getum reiknað út tímastöðulinn og bæði hleðslu og afhleðslu og setjum þetta inn í línurit í verklegu æfingunni. Hér sjáum við formúlutákn sem eru notuð í kringum þétta. Hér er formúla sem segir okkur hleðslu þéttisins, sem sagt Q, og það er margfeldi af spennu og C sem er þá hlutastöðull milli spennu og hleðslu þéttisins. Og við köllum þennan stöðull þá rýmd þéttisins og einingin er farad, þetta er mjög stór eining. Oftast erum við með til dæmis það sem við erum að mæla, að nota í verklegu æfingunum, þá erum við með einhver mikrofarad á ferðinni. Svo að hérna eru algengar sem sagt, stærðir á þessum þéttum sem eru í notkun. Þeir eru í mikrofaradum, þeir eru í nanofaradum, sem sagt, það er þá 10⁻⁹ veldi og í píkofaradum og það er 10⁻12 veldi. Þetta eru mjög litlir þéttar en eru nauðsynlegir til dæmis í kringum transistora. Og nú förum við í hleðslu og afhleðslu þéttis. Þannig er að við getum hérna fengið með þessari rás tekið tíma á hleðslu ef við erum með viðnám í raðtengingu við þéttin og við getum reiknað út tímastöðulinn með því að margfalda stærð þéttisins og stærð viðnámsins. Og við sjáum sem sagt að þessi straummælir, hann náttúrulega fer fyrst inn á þéttin, svo skilar þéttirinn af sér, þannig að straumurinn fer í sitt hvora áttina og náttúrulega eftir í hvernig rofinn er tengdur hérna. En fyrir tímastöðu þétta, þá er þetta viðnám sem ég var að nefna, að þá notum við það til að finna út stöðulinn og eins höfum við formúlu fyrir upphleðslu þéttisins, fyrir hleðsluspennuna og við notum hana mjög lítið bara í einni æfingu þar sem við erum með hleðslu og afhleðslu þéttis til þess að bera saman afhleðslu og hleðslu og hérna sjáum við sem sagt að í byrjun þá er straumurinn mikill í rásinni og þá getum við sagt það að í þétti þá er straumurinn á undan spennunni. Svo kemur spennan hérna upp og þéttirinn er fullhlaðinn eftir það bil 5 tímastöðla. En vegna þessarar formúlu hérna að þá
kemur það sem sagt út að spennan, ef við ætlum að reikna þetta út, hvenær spennan hefur náð fullri spennugjafarspennu, að þá minnkar alltaf munurinn á milli spennuþéttisins og spennugjafarspennunnar, en sem sagt þessi formúla í rauninni þannig, það er byggt í hana þannig að bilið á milli minnkar alltaf með einhverju ákveðnu hlutfalli, en það nær því aldrei þannig að við náum aldrei sem sagt endanlega gildi með formúlunni, en eftir það bil 5 tímastuðla þá náum við raunverulegu gildi þegar við setjum þetta inn í rás. Svo að fræðilega séð þá náum við aldrei fullri spennugjafarspennu með þessari formúlu, bara í raunveruleikanum með mælingum. Er það ekki venjulega akkúrat í bara alls konar pælingum að því dæmið segir að þú náir einhverju verðan fyrir raunveruleikanum? Já, þetta er í rauninni vegna þess að bara vegna þess að innbyggt í formúlunni er það að við erum alltaf að reikna okkur nær og nær þessu endanlega gildi. Við náum því aldrei. Það er bara þess vegna. En í raunverulegum mælingum þá kannski, eins og þú segir, að þá er það öfugt að við kannski getum reiknað okkur til það að fá rétt gildi út, en svo mælum við ekki raunverulega út á alls konar töpum. En í sjálfu sér þá tekur það, það verður bara komið ljós, svo hvenær við metum það svo að við séum komnir með fulla spennugjafarspennu, og ef við skamhleypum yfir þetta viðnám þá getum við, þegar við erum búin að ná eftir talsverðan tíma, eftir að það er komið fram yfir kannski 5 tímastuðla, þá munar þetta sára litlu, en hann ætti á endanum að hlaðast upp, þá ætti hann að ná spennugjafarspennunni, því að bara eðli rásarinnar er þannig að það endar þannig að straumurinn hann hættir að streyma í gegn. Þegar að þéttirinn orðinn full hlaðinn, þegar hann er búinn að ná spennugjafarspennunni, það endar alltaf á því, og það er það bil 5 tímastuðlar. Ef við gerum ráð fyrir því að það sé svona í raunveruleikanum gengið út frá því. Og hér sjáum við síðan formúluna fyrir tímastuðli, sem við notum gríska bókstafinn tá, stærð mótstöðuna sinnum stærð þéttisins, og þá fáum við tíman í sekúndum, og í hleðslunni, þá hefur þéttirinn náð 63% af spennugjafans, og þetta hafið þið sjálfsagt haft líka einhvers staðar í öðrum áföngum, þar sem eru nota svona tímastöður. Og þannig að við segjum að tíminn sem það tekur þétti að ná fullri hleðslu, það er það bil 5 sinnum lengri heldur en 1 tímastuðl. Þannig að kemur það fram í bókinni. Og setjum við upp eitt dæmi, sýnidæmi 6, þar sem að tók ég sýnidæmi 6 síðast? Nei, ég held ekki.
allavega að hér hefur við 1 mikrofarad þétti, 100 kg á mótstöðu og það er 9 volta spennugjafi. Og við eigum að prófa þessa rás. Það er fundin tímastuðull, þá er margfaldað saman stærð viðnámsins og stærð þéttisins. Og núna þurfum við bara að muna og nota reiknivélina rétt, sem sagt að nota veldisvísis takkan þarna, exponent takkan, neðarlega á reiknivélinni og sem sagt setja þá 0,1 og ýta svo á takkan og EXP takkan eða sem 10 takkan og í þá -7 veldi. Og þá er oft mínus inn í svega sem er notið til þess að ég held að það gangi betur. Því að reiknivélin gæti skilið að einhvern veginn öðruvísi, þá getur verið að mínusa eitthvað annað frá, þannig að það getur valdið misskilningi og einhverju mistökum á reiknivélinni. En við æfum okkur á þessu að nota þessa veldisvísa og við fáum að tímastuðullin er 0,1 sekúnda. Hér er eitthvað verið að skrifa eða hvað. Já, það er allt í lagi. Og síðan er hér, þá getum við nota formúlu 68 og getum reiknað út spennuna með því að setja inn R sinnum C inn fyrir tíman tá T, segi hérna. Og þá reiknum við okkur af því þetta er 9 volta spenna að þá er útkoman út úr þessu 5,68 volt. Eftir tímastuðsins er þá spennan komin í 5,68 volt með það að spennugjafaspennan er 9 volt. Akkúrat, er þetta ekki 63% af 9 voltum? Það lítur að vera. Sem sagt, hér svo 3 þættir sem ákvarða rýmd, að bygging þéttisins, hún er svona og rýmdin fer eftir plötustærðinni, eiginleikum einangrunarefnisins á milli platnanna og fjarlægðinni á milli þeirra. Þetta eru þessir 3 hlutir sem ákvarða rýmd þéttisins. Við förum ekkert svakalega djúpt í þetta og varðandi rýmdarskynjara þá er þetta sem sagt rafsvörunarstuðull er mikið notaður. Það er þessi bókstafur hérna, ég man ekki hvað hann heitir hérna, þessi gríski bókstafur. En það er kallaður hérna rafsvis leiðnistuðull, þá viðkomandi efnis. Þannig að út frá byggingunni þá er hægt að finna út stærð þéttisins í rýmd út frá þessum þáttum hérna. Það er sem sagt flatarmál hvorrar plötu í fermetrum. Ellið er fjarlægðin milli platnanna í metrum og svo er rafsvörunarstuðull einangrunarefnisins. Og svo er hérna í lofttæmi þá er þessi stuðull gefinn upp hérna. Við notum þetta ekkert í neina útreikninga hjá okkur. Þannig að við þurfum ekkert að fara í þessi smáatriði hér. En við notum rafsvörunarstuðullinn óbeint, við notum næmnistuðull í rafeindatækni og í rökrásum fyrir rýmdarskynjara og þá notum við næmnistuðull sem er alveg tengdur rafsvörunarstuðullinum. Og út frá þessari formúlu hérna þá má segja að
að stærð þéttisins eða rýmdin sé í réttu hlutfalli við stærð platnanna. Eftir því sem að plöturnar hafa meira flatarmál, þá hann stærri. Og svo í réttu hlutfalli við rafsvörun einangrunarefnisins en í öfugu hlutfalli við fjarlægðina á milli platnanna. Og síðan rýmdir í rafkerfum. Það til dæmis í jarðstrengjum. Það rýmd oft á tíðum mikil, sem sagt jarðköplum. Og það er verið að reyna að upphefja þessi áhrif með þá spanáhrifum, láta jarðstrengi sem sagt hafa ákveðin snúning á þeim til þess að upphefja þessi áhrif yfir ákveðna lengd. En samt sem áður kannski þarf að gera ákveðnar ráðstafanir til þess að þetta verði ekki vandamál. Þessi rýmd á milli leiðara. Og síðan höfum við mismunandi gerðir þetta. Það náttúrulega förum við kannski betur í rafeindatækninni. En við skulum skoða hérna rýmdarviðnámið, formúluna fyrir það og síðan innkomandi spennu, hvernig að spennan sem sagt hleðst upp fyrst með straum og síðan byggist upp spennan í þéttinum. Þannig að hérna straumurinn undan spennu í þétti og við sjáum það á þessari mynd hérna en við skulum finna bara strax hérna þetta leitt að þessari formúlu hérna og við skulum ekkert eyða tímanum í það því að þetta formúlan sem við notum mest. Það sem sagt þessi seinni hluti hérna. 1 á móti 2 sinnum pi sinnum f sem tíðnin sem við erum oftast að nota 50 riðin og sinnum c stærðin sem að ég var að fara yfir með ykkur áðan. Þannig að þetta rýmd þéttisins hérna. Svo að hérna þetta omega hérna, þetta bara hornhraði, það 2 sinnum pi sinnum f. Svo þetta í rauninni alveg sama formúlan. En þannig að til dæmis til þess að finna stærð þéttisins sem sagt rýmdina á þéttinum, þá víxlum við bara xc og ef við vitum það, þá setjum við það hérna bara undir. Þá 1 á móti 2 pi sinnum 50 og sinnum xc stærðin á þéttinum. Þá hérna viðnámið í þéttinum, launviðnám þéttisins og þá getum við reiknað út stærð þéttisins í rýmd. Hérna fáum við símdæmi 7. Við erum með 5 mikrofarada þétti og svo höfum við þéttin við mismunandi tíðni og við höfum að reikna út mismunandi viðnám, rýmdar viðnám hans við þessa mismunandi tíðni. Og við hérna skoðum þetta í rauninni bara einu sinni núna en rafeindavirkjar þurfa miklu meira að hafa áhyggjur af þessum hlutum. Að þegar við erum með lægstu tíðnina þá höfum við mesta viðnámið í þéttinum. Síðan við 50 riðin þá hefur hann lækkað úr 1909 ohmum niður í 636 ohm og síðan minnkar viðnámið eftir því sem að tíðnin eykst. Hérna komin 100 rið í staðinn fyrir 50 rið og þá er lækkað viðnámið niður í 318 ohm og svo lækkar það ennþá meira ef við erum með 1 kilórið, lækkar viðnámið niður í 31,8 ohm. Og þetta nýtum við okkur í rafmagnsrásum, reiðstjórnunarrásum til dæmis, til þess að eyða út óæskilegum truflunum, sem sagt tíðni til dæmis frá hraðabreytum sem eru með svona púlsvíddarmótun. Þá mjög há tíðni notuð til þess að endurskapa 3 fasa spennu fyrir mótora og þéttar eru mjög mikið notaðir í það að með spólum líka að eyða út þessum óæskilegum tíðnum svo þeir sleppi ekki inn á rafkerfi, til dæmis sérstaklega í rafkerfisskipum. Það mjög hættulegt að fá svona tíðni frá hraðastýringum inn á rafkerfisskipa.
getur haft áhrif á svo mörg tæki í skipinu og náttúrulega auðvitað líka í landkerfum. Og hérna erum við komið með sem sagt 100 kílórið og þá er ekkert viðnám í þéttinum, 0,3 ohm. Þetta er viðströmsviðnámið. Og síðan tenging þetta, með því að raðtengja þetta, þá leggst spennan náttúrulega saman yfir þá. Og ef við værum með þétta sem að þyldu ekki spennugjafaspennuna, þá þyrftum við að vera með nógu stóra þétta í rýmd til þess að við gætum þá raðtengt á saman til þess að þyldu spennugjafarspennu ef við þurfum að leysa einhvern veginn þannig vandamál. En rýmdin minnkar þegar við raðtengjum það svona. Þannig að þið sjáu það á þessari formúlu hérna, ef við erum með heildarrýmd í raðtengdum þéttum, að þá er það eins og ef við erum að reikna út hliðtengd viðnám. Að stærð eins þéttis er þá minni heldur en minnsti þéttirinn í raðtengingunni. Og öfugt með hliðtengingu þétta, hérna leggjum við rýmdina beint saman. Og þá er náttúrulega sama spenna á öllum þéttunum. Sé heildarrýmdin hérna, þá leggst hún beint saman. Og hér hefur við sýnidæmi 8. Við erum með þétta, mismunandi stærð og við erum að reikna út heildarrýmdina og síðan er hérna í bélið, ef að heildarrýmd af sömu þéttum eru hliðtengdir, þá er náttúrulega bara að já, hérna er eitthvað blandað af hérna, þetta dæmi hérna. Já, fyrst eru það raðtengdir. 3 þéttar eru raðtengdir, einn er 3 mikrofart en hinn 2 eru 5 mikrofart. Við að finna heildarrýmdina ef það eru raðtengdir fyrst og síðan að finna heildarrýmdina ef það eru hliðtengdir. Já. Fyrst er raðtengingi hérna 3, 5 og 5 mikrofart og þá sem sagt sjáum við það að heildarrýmdin er miklu minni heldur en minnsti þéttirinn hérna. Í hliðtengingunni þá leggjast þetta saman, leggjast rýmdir saman, þá höfum við hérna 13 mikrofart. Sjáðu hérna, 13 mikrofart. Ok. Nú, þéttir og raunviðnám, þá höfum við hérna þessa rás hér. Við erum með raðtengda rás, þétti og raunviðnámi, það er sami straumur í gegnum rásina og spenna þéttisins er hérna á eftir straumnum. Og þá er fasvikið þetta, þegar eftir stærð viðnámsins, hvað er stórt. Ef við erum eingöngu með þétti rásinni og ekkert raunviðnám, þá erum við með 90 gráðu hérna. Því að þéttirinn er hreint launviðnám. Það er ekkert, ef að þéttirinn er í lagi, fullkomnu lagi, þá er ekkert raunviðnám í honum. Ef það er eitthvað smá raunviðnám, þá er þéttirinn byrjað að skemmast. Og hérna höfum við svo, þarna var spennuvektoramyndin yfir þéttin, en hérna er þá viðnámsvektoramyndin, að þá er raunviðnámið teiknað hérna. Rýmdarviðnám þéttisins er teiknað alveg 180 gráðu úr fasa við spannviðnám. Og við sjáum það seinna þegar við setjum saman spannviðnám og raundarviðnám í rás. Þetta er þá raðtengdarás. Og svo er fínt að nota Pýþagóraregluna til þess að finna heildarspennu og sýndarviðnám og þá getum við fundið út raunaflsstuðul út frá spennunum eða viðnámunum. Þetta höfum við allt saman á formúlublaðinu. Hér er sýnidæmi 9, hér er mótstaða 20 ohm
Það er raðtengt við þétti sem er með 16 launaviðnám, teikna myndina og búið til viðnámsvektormynd, reikna sýndarviðnámið og athuga fasviki og straum. Þannig að hér höfum við sem sagt þá rásina, við erum með viðnámsvektormyndina, það er 16 óminn í launaviðnám í þéttinum, það er hreint launaviðnám. Þetta er ekki svona vesen eins og við vorum með þegar það var spóla, við þurftum að vera með einhvern raunhluta í spólunni. Hér er engin raunhluti í þétti, hann er ekki til. Og þá er þetta bara að finna út setuna, mjög hreint. Og raunum stuðlinn út frá raunviðnáminu og setunni og finnum fasvíshornið. Og spennuvektormynd og viðnámsvektormynd af svona rás er nákvæmlega eins. Vegna þess að hornið er alveg nákvæmlega eins. Hægt að reikna strauminn út frá setunni og spennunni og þá er hægt að búa til spennuvektormynd, notum strauminn sem við reiknum út og margföldum viðnámið, fáum spennuföllin í rásina og þá er hægt að finna heildar spennuna náttúrulega út frá þessum tveimur með Pythagoras-reglu. Og svo er hérna beðið stærð þéttisins í rýmd vegna þess að við fengum gefið 16 ohm sem launviðnám þéttisins, XC. Þá sjáum við að C og XC, það er bara skiptum staðsetningu á þeim. XC fer bara undir deilingamerkið og C hinum megin við jafnaðarmerkið vegna þess að við margföldum beggja megin með C styttist hérna megin, deilum svo að beggja megin með XC og styttist út hérna vinstra megin, XC. Eins og þið þekkið. Og þá fáum við spennuvektormynd með nákvæmlega sama horni og viðnámsvektormyndin var. Eina sem að bætist við hérna er eins og við þekkjum áður, það er straumurinn sem hafður sem viðmiðun í spennuvektormynd. Þannig að við sjáum hvar raunhluti spennunar er. Ok. Og við vorum núna í sýndæmi 9 og hvað áttum við að gera meira hérna? Sýndæmi 9, já, við erum í þá viku 40 og við erum að taka þar spóluþétti og raunviðnám raðtengt sýndæmi 10. Og þegar það er búið, þá hérna förum við að spá í dæmi. Aðeins að fara í sýndæmi 10, áður en að ég fer í dæmin. Hér er spólaþéttir og raunviðnám raðtengt. Og það er, þegar við erum með raðtengda rás, þá er alltaf sami straumurinn í gegnum alla rásina. Þess vegna gætum við fundið út ef við vissum viðnáminu í öllu saman, þá getum við fundið út spennuföllin í öllu. Við erum búin að taka eina mælingu á einum hóp í verklegu með svona rás. Tókum fyrst raunviðnám eða peru sem sagt og spólu og bættum síðan þétti í lokin. Og spennan við þéttin, hún varð hærri heldur en spennugjafaspennan. En það er vegna þess að spenna þéttisins, hún er alveg 90 gráðu úr fasa, hún hefur allt annað horn við strauminn heldur en heildarspennan. Hérna er heildarspennan í rásinni, hún gæti verið 230 volt til dæmis, en við mældum til dæmis 280 volt ef við mann rétt spennu yfir þéttin í þessari æfingu.
Þannig að spenna þéttis og spenna spólu geta orðið miklu hærri heldur en spennugjafarspenna vegna þess að þær eru ekki á sama tíma í hámarki og spennugjafarspenna. Hérna svo raunspenna yfir raunviðnám, raftengt raunviðnám. Þannig að þetta lýsir sem sagt því að ef við drögum, af því að það er 180 gráðu munur á stefnu launspennu spólunar og spennu þéttisins, þá í þessu tilfelli hérna þegar að spólan er með hærri spennu heldur en þéttisspennan þá drögum við spennu þéttisins frá launspennu spólunar. Og þegar við erum búin að því, þá erum við konur með hjálparlínu, drögum hana út og drögum beint upp hjálparlínu frá enda á raunspennunni og það sem að skerast, það er heildarspennan. Svo er alltaf straumurinn sem viðmun í spennu vektora mynd. Ok. Og þegar við reiknum út heildarspennuna, þá notum Pýþagórasarregluna þannig að við erum með raunspennu yfir peruna til dæmis, eða raunviðnámið, setjum það í annaðveldi, svo drögum við beint frá, bara spurning hvort er stærra, við endum alltaf bara með jákvæða tölu hérna, og þarna var spenna spólunar, eða launspenna spólunar, ætti þetta að vera, stærri heldur en spenna þéttisins og þess vegna segjum við UL eða UXL mínus UC. Og það sama gerum við þegar við finnum út sýndarviðnámið, þá er raunviðnámið í annarveldi pluss launviðnám spólunar mínus launviðnám þéttisins. Og það er stundum kallað rýmdarviðnám. Rýmdarviðnám og launviðnám þéttisins, það er sami hluturinn. Og það er hægt að finna út raunaflstöðulinn, Kósví, bæði ef við vitum spennurnar, UR, raunhlutaspennunar og heildarspennuna, eða raunviðnámið og sýndarviðnámið. Það var þess að R deilt með Z, þá finnum við Kósví og getum við reiknað út hornið. Ok. Þá er það sýndæmi 10, hérna höfum við spólu og það er tekið hérna hjálpavaf í einfasa mótor, þar erum við með raftengt þétti við vafið. En launviðnámið er 18 ohm og raunviðnámið 12 ohm í spólunni. Hún er raftengt við þétti sem er 28 ohm reyndarviðnámi. Svo er rásum tengt 230 V spennu, 50 tíðni og hún tekur 14,72 ampera straum. Þetta er aldrei mikið. Við erum að teikna jafngildismynd rásarinnar og reikna þetta allt saman út. Við vitum strauminn og við vitum viðnámið í þessu öllu saman. Þess vegna getum við fundið allar stærðirnar á spennunum strax. Finnum öll spennuföllin. Og það er hægt að þetta líka merkja það inn á, straumur er merktur hérna inn á, allt viðnámið merkt inn á myndina. Og þetta er raftengt rás, þetta er hjálparvafið í einfasa mótor. Og við getum fundið út heildarspennuna út frá þessum spennu sem við reiknum út frá straumnum, það er alltaf sami straumur í gegnum rásina, þannig að við fengum allar þessar spennur. Og þarna drögum við, hérna er til dæmis 412 V spenna, miklu hærri spenna heldur en spennugjafarspenna. Og líka hérna, 264 V, það er launspenna spólunar, það er miklu hærri spenna heldur en spennugjafarspenna. Vegna þess að þær eru ekki á sama tíma í hámarki. Og það eru með 180 gráðu mun. Og þess vegna drögum þær hérna frá hver annarri, þessar spennur, spólu og þéttis. Og þá getum við séð það að við erum með heildarspennuna 230 V og
þá getum við reiknað á raunaflsstuðulinn og hvassvikið. Og síðan eigum við bara eftir að finna launviðnám spólunnar. Það var gefið, en þá getum við fundið sjálfsbæðanstöðulinn. Það beðið sjálfsbæðanstöðulinn, L, og rýmd þéttisins, C. Og þá segjum við hérna, við þurfum að snúa þessari formúlu þannig að til þess að finna út sjálfsbæðanstöðulinn, því að þetta er 1000 pi sinum F sinum L, þá erum við að setja XL deilt með þessu hérna til þess að einangra L-ið, deilt með 1000 pi sinum F. Og þá segjum við að launviðnámið var 18 ohm, deilum við með 1000 pi sinum 50 og þá fáum við 0,057 Henry, eða ef við færum komuna 3 sæti hérna til hægri, þá fáum við 57 millihenry. Nú það er að sjá þetta og þið getið notað á reiknivélina ykkar ENG-takkan, Engineering Units takkin, reiknivélinni. Getið þið farið með það fram og tilbaka. Og tilbaka þá ítið á Shift og ENG-takkan. Og síðan að reikna rýmdþéttisins, þá víxluðum við á þessum stærðum hérna, X, C og C hérna. Við ætlum að reikna rýmdina, þá deilum við með XC, 28 ohmum. Og fáum við hérna út 113,6 mikrofarad. Hérna fengjum við þetta náttúrulega í eitthvað 0,001136 í faradum kannski. En reiknivélarnar skilaði svo oft bara í þessari stærð hérna beint í mikrofaradum vegna þess að þá er auðveldara að sjá það á skjánum. Sko. Prófaði að setja þessa tölur inn til að reikna C. 1 deilt með sví opnast 1000 pi sinum 50 sinum 28, sví lokast. Sama sinn. Ég held að það er öruggara að setja sviga hérna, því annars gæti reiknivélin ruglast. En þá er ég búinn að fara í þetta G-liðurinn hérna í dæminu. Hvað var það? Af hverju er einstök spennuföll í rásinni stærri en spennugjafaspennan? Já. Sjáum hérna, aðeins að minnka þetta, eða var ég að stækka þetta? Nei, ég ætla að reyna að minnka þetta. Býtum við. Nú, já, herðu, ég er hérna, lenti eitthvað aftarlega, eða framar segi ég. Hér náðgast þetta aftur. Já, hérna, ég ætla að reyna að zooma hérna út svo ég sæi, það er mjög erfitt. Sjáu hvað spennurnar eru alveg gríðarlega stórar. Spenna þéttisins hérna er miklu herri heldur en spennugjafaspennan. Og líka launspenna spólunar. Og ástæðan fyrir þessu að þetta er svona að þegar við erum með rafeindarásir þá er span og rýmd og þá geta einstök spennuföll orðið miklu stærri en spennugjafaspennan sem við lásum stærðirnar í lið B. Og stærðin er háð viðnáminu og straumnum sem er í rásinni, straumnum sem fer í gegnum það. Þess vegna, þegar straumurinn fer í gegnum þetta, þá eðlilegt að við fáum raunspennu gegnum ákveðið viðnám sem er aðtengt við þetta. En viðnámið í þéttinum eða viðnámið í spólunni, spannviðnámið í spólunni getur verið miklu hærra heldur en raunviðnámið í rásinni. Þess vegna geta spennuföllin yfir þessa hluti orðið miklu stærri. Og þessar spennur, þéttisins og spólunar eru 180 gráður úr fasa.
Svo þetta ástæðan fyrir þessu. Og hingað ætlaði ég að fara í þessar upptöku og þá ætla ég að slökkva á þessu. Já, allt í lagi. Fínt.